snillingur. Ég næstum skera putta. Já, ég með 10 putta, þetta ekkert mál. Hann álíka plasturinn í skáp. Já, ég líka putta plastur. Ég nota eiginlega aldrei 10 putta, ég nota eiginlega bara 2-3 hinn. Þetta hefðbundinn smíðatími? Já, svona eins hefðbundið við viljum hafa það. Hér erum við bara að vinna með timbur, svolítið, æfa sér að saga. Og já, þetta svona. Eru margvísleg verkefnin? Já, pælingi mín að reyna að hafa þetta svolítið svona þeirra hönnun og ég svona verkfæri bara að hjálpa þeim að smíða. Þannig að, já, verkefni geta verið bara jafn fjölbreytt og hópurinn er stór, sko. Hvað eru þetta gamla krakkar? Þetta er 3. og 4. bekkur. Það gengur ágætlega sýnisber? Já, þetta eru allt snillingar með þetta. En þið eru búin að vera, svona, gera ýmislegt, ekki? Séu út með 3-vítaprentara og eitthvað fleira. Er þetta svolítið tæknilegt? Já, þetta er 21. öldin. Af því að nú áherslan í kennslu er hönnun og smíði. Þannig að nú erum við að nýta okkur tæknina, leysa, skera, 3D-prentara, fræsivél. Þannig að þau geta hannað í 3-vít og unni með það síðan út frá margvíslegum leiðum. En núna eru þau með gömlu saugina og svona. Þetta er svolítið svona sem maður mann eftir frá þeim maður var polli. Grunnurinn má ekki breytast neitt, sko. Það verður allir að fá að kunna saga og negla og púsa. Það er mikilvægt, sko. Og hvernig er tilfinningin að vera í splunkunni í skóla? Þetta er nefnilega bara býsna gaman og það sem að kannski hendar bara mér sem einstaklingi að hafa svona opið rými og flæði, svona lokaðar stofur er svolítið einangrun. Þetta er miklu skemmtilegri upplifun, sko. Ég held að krakkarnir séu alveg að fíla þetta líka og sér það, þau eru alveg að fíla þetta. Gróa, þetta er svona eitt af tækni undrum Stapa-skóla, er það ekki? Jú, ég myndi segja það. Og þetta er sérstaklega hugsað til þess að vera með innlagnir og þannig að það er hægt að koma með hópa hér inn í hringinn og þau geta setið hérna, krakkarnir og kennarinn verið með innlögnum það viðfangsefnið sem er verið að fara að leggja inn. Þannig að þetta svona eykur fjölbreytnina og gerir þetta á sama tíma skemmtilegt. Hvernig hefur gengið svona í upphafi skólaárs? Þið eru nýji tækniskólinn, grunnskólinn eða hvað? Það er búið að ganga mjög vel, skrautlega á ýmsum stöðum en allt að fara af stað. Við erum búin að kaupa fullt af tæki og tólum til þess að nýta í kennslu en núna erum við að leggjast að kenna að nota þetta allt saman. Það er eitt að kaupa, við þurfum líka að læra á hlutina. Þannig að í gær vorum við mentabúðir fyrir kennarana og starfsmenn þar sem við vorum að kynna það sem við erum að nota í kennslu. Hér er fullt af fagfólki sem er búin að vera að leggja sig fram við að læra ákveðna hluti og er þá að kenna öðrum kennurum og nýta sér í námi barnanna. Þannig að, já. Hvernig er það að ganga hjá kennurum? Er þeir að mæta í algjörlega svona nýtt, hvað ég að segja, nýtt starfi eða nýtt starfsumhverfi? Já, þetta er öðruvísi en við höfum verið að gera. Við erum með öðruvísi stóla á borð og krakkarnir geta valið sér það vinnuumhverfi sem hentar. Við erum öll vön því úr grunnskóla okkar göngu að sitja við okkar borð og við okkar stól. Þannig að allir eru að læra nýtt, bæði nemendur og kennarar og starfsmenn. Það gengur vel, tekur tíma og það þurfa líka allir að fá tækifæri til þess að læra hvað hentar. Þannig að kennarinn mætir ekki upp á töflu, er með eitthvað bók, allir nemendur eina bók og hann segir þeim hvað að gera, útskýrir á töflu. Það er ekki þannig hér. Nei, það er ekki þannig hér. En þeir vissulega fara alveg í innlögn og kenna ákveðna hluti en gera það þá í minni hópum. Þannig að það er ekki þessi hefðbundna fyrirlestra kennsla. Heldur þú ert alltaf með nándina, krakkarna nálægt þér, leggur inn og svo fara krakkarnir á vinnustöðar eins og þeim hentar. Þannig að það er svona aðeins öðruvísi vinkill og sama tíma viljum við auka notkun tækni í námi af því að við teljum að það gerir skemmtilegra og þau eru bara svo ótrúlega klár sjálf á þessi tæki. Já, þannig að krakkarnir, þetta er ekkert stórmál fyrir þau? Nei, þau eru miklu fljótara að aðlagast nýjum kennslaháttum og nýjum umhverfi heldur en fullorðið fólk. Við þurfum lengri tíma. Þannig að kennararnir, þeir þurfa jafnvel lengri tíma til að aðlagast nýjungunum? Já, ég myndi segja það. En þeir eru allir að gera sitt besta
og aðlagast því að þetta er öðruvísi. Það er engin kennaraborð og engin kennarastóll sem þú situr bara á og allir komið til þín. Heldur að við viljum að kennarinn fari til barnanna og þjónusti þeim á sínum stað. Þetta er nú aldeilis flott hjarta. Og hvað stendur á því? Love you. Er þetta ekki flott kissa? Svaka, sæts kissa. Svo kemur svona skott hérna og það verður snæki. Í hvaða bekk eru þið Stelpur? Fjórða. Hvernig er að vera hérna í nýjum skóla? Gaman. Er ekkert skrítið að vera ekki bara með sinn stól og sitt borð? Nei, það er gaman að fá að ráða. Já. Og það er mjög gaman að vera komin loksins í matsal. Voruð þið í bráðabirgðahúsnæðinu í fyrra, hérna í Stafnsskóla? Já. Þetta er svolítið mikið flottara. Já. Eða búið bleikan? Já. Og við viljum vera meira í þessu skapandi af því að krakkarnir geta svo vel skilað af sér afurð sem er fjölbreytt og skemmtilegra heldur en bara að skrifa einhverja bókstafa á blað eða tölustafi. Eru þið með marga svona risaskjái sem að er í rauninni, þetta er risaskjár samansettur úr 9 skjám? Við erum með svona í öllum nemendatvöndum, þannig að allir nemendur hér geta farið í þessa hringi og kennara nýtt sér sem tæki í kennslu. Er þetta splunkunýr tegunda smásjá? Já, splunkunýr, ég veit það nú ekki, hún er búin að vera í eitthvað tíma, en þetta er alveg æðislega rafrænar smásjár. Þannig að við getum tekið mynd af því sem við erum að skoða og vídeo. Þannig að við getum skoðað áfram og haldið áfram að vinna með það sem við vorum með. Já, hvað er tilbaka? Það verður ykkur að taka mynd af tönnunum á sér. Setur hún smásjana ofan á laufblaðið? Þá sjáu þetta svo miklu betur. Já, miklu betur. Og er eitthvað á laufblaðinu sem er merkilegt? Já. Loftaugn. Já, Loftaugu? Já, það er hérna. Já, þetta hérna er svona eins og loftaugu. Og þetta hérna hvít er bara hérna partur af þessu. Já, það er bara styrkurinn. Styrkurinn, já. Hvernig er að vera í nýjum skóla? Bara geggjur, sko. Aha. Já, hann er risastór. Já, hann er risastór. Já. Svo gaman. Svo er ógeðslega flott leiksvæði fyrir utan. Já. En þið myndu ekki vilja fara í gamla skólan aftur? Nei. Hann er ólítill. Hvernig líst þér á þessa tækni? Ertu ánægð með það? Alveg svakalega vel. Taka, hvernig er í nýja skólanum? Mjög skemmtilegt. Já, vil ég ekki fara í gamla? Nei, alls ekki. Hæ? Já. Hann er ekki svo kósí. Nei. Þessi er mikið stærri. Vil ég ekki bara hafa þetta eins og þetta var í gamla, þú veist, þegar við vorum í skóla þá var bara ferð á þitt borð og kennarinn upp á töflu og svona. 2020. Já, það er núna. Já. Skoðum að gleymi því ekki. 2016. Er ekki svolítið sérstætt að liggja bara hérna og sitja á gólfinu og vera að kenna stærðfræði og því að læra? Hvað segir kennarinn? Þetta er bara mjög þægilegt. Já. Leyfir þeim svona að fá sitt næði og sitt horn. Gengur þetta vel? Já, allan að við erum búin að vera inn í 2 daga og búin að ganga alveg ágætlega svo far. Já. Þau eru bara ennþá að venjast umhverfinu. Já. Ennþá að læra líka þetta fylgi, það eru einhverja reglur hérna sem við þurfum að fylgja og þau eru að læra það. Fleiri reglur en síðasta skóla. Já, en þau fá þá að ráða sér meira sjálf líka. Býður upp á fleiri möguleika. Og hvað er það, í hvaða stærðfræði eru þið núna? Við erum að læra margföldun og deilingu. Já. Hvað er 3 af 5, strákar? Hvað er 3 af 5? Ekki margföldun? 15. 5. Það er svolítið kósí í þessum skóla. Já. Var það að leggja þig? Liggur við, sko. Já. Hvernig finnst þér að vera í svona splunku nýjum skóla? Er þetta geggjað? Já, það er alveg fríka næst, sko. Já. Hvernig gengur námið? Bara fínt, sko. Það er stundum smá pirrandi að vera að negla eitthvað eða eitthvað hannig, en annars er það bara fínt, sko. Saknar ekkert gamla skólan svona, þú veist, þar sem ert bara með þitt eigið borð og stól og kennarinn upp á töflu? Jú, svolítið, sko. Þetta er bara allt öðru sig. Það er svona svolítið ekki eiginlega hægt að, þú veist, það er svona eins og að dæma, þú veist, hvort finnst þið betra, banan eða epli, það er ekki að sjöma Þetta er bara sitt og hvað, já. Já, algjörlega.
En þetta venst, Já, já. þú heldur það allavega. Já. Sérstaklega með þessu sko. Þetta svolítið næs hérna. Alltaf hérna, sko. Já. Gróa, það fjör í matsalum. Já, það mikið fjör og rosalega mikið gleði líka að við fengum hann afhentan á mánudaginn. Þannig að hér eru allir ofsalega kátir með að vera komnir í matsal. Það ekki mjög mikilvægt að nemendurnir fái góðan og hollan mat í hádeginu? Jú, það skiptir ofsalega miklu máli. Matsalurinn líka hjarta hússins. Það alveg sama hvort við horfum á heimilin eða á skólastofnun, að þá þetta alltaf besti staðurinn. Þau fá að borða, fá flottan og góðan mat. Hér núna erum við með 4 ára og eldri upp á yngsta stigi í grunnskólanum saman, þannig að þau eru að flæði upp og niður hjá okkur á leik- og grunnskóla. Þannig að nú eru þau að tínast inn. Þetta eru yngri krakkar sem eru hérna núna þegar við erum að spjalla saman? Já, þannig að hérna næst okkur eru 4 og 5 ára á leikskólastiginu og svo eru þau að koma inn núna 1., 2. og 3. Við ræddum við því hérna síðsumars þegar það var svona langt kominn skólinn áður en þau opnuðu og ég spurði og þú svaraði þetta eiginlega ekki beint grunnskóli, þetta heildstæður skóli með nemendum sem eru niður í leikskóla og upp í unglingastigi. Hvernig gengur að hafa þetta allt saman? Það gengur ofsalega vel. Við erum náttúrulega með hérna núna 18 mánaða upp í 15 ára. Unglingastigi okkar fær að velja sér valgrein sem heitir bara aðstöðu leikskóla. Þannig að það mikil aðsókn þangað, bæði af strákum og stelpum. Það ofsalega gaman að sjá strákan okkar. Þeim finnst gaman að sinna börnum og leika sér. Þannig að það kannski meira tækifæri til þess að halda leiknum við og að slíta ekki svona skilin á milli. Þannig að þið eru hálft í hvora að búa til leikskólakennara framtíðarinnar, allavega einhverja? Já, ég vona það allavega. Leik- eða grunnskólakennara, já. Hvað þetta margir starfsmenn hérna og kennara? Við erum með 65 starfsmenn, þannig að það fjölgaði mjög mikið í sumar, alveg svo nemendum. Þannig að hér bara flottur hópur af fólki sem tilbúin að stíga skref út í framtíðina. Þurftuð þið að velja starfsfólk svona út frá því að það var tilbúið að mæta í þessa nýjungar sem að þessi skóli að bjóða upp á? Já, algjörlega. Það vissi alla forsendur. Við varum teymisskóli, við viljum samþætta námsgreinar, það ekki hefðbundin húsbúnaður og svo framvegis. Þannig að fólki fékk að vita alla forsendur og við vorum alveg með kennara sem höfnuðu stöðu af því að þetta var eitthvað sem var ekki að henta þeim og ég rosalega ánægð með það að fólk sé ekki að leggja af stað í einhverja vegferð með okkur ef það ekki tilbúið. Eru þið með starfsfólk hérna af Suðurnesjunum eða út fyrir svæði? Herðu, við erum með af Suðurnesjum, við erum með á Hafnarfirði, við neldum okkur líka í kennara frá Hveragerði, þannig að ég myndi segja að við varum bara með flott fólk frá mörgum stöðum. Skólinn ekki alveg tilbúinn, hvað að koma næst? Næst þá aðalandir í skólans sem vonandi bara eftir svona 2 vikur. Eldhúsið erum við að fá held í afhent í dag, þannig að þetta svona dag frá degi og bókasafni í nóvember. Og síðan það næsta áfangi sem hver? Það íþróttahús og sundlaug og það verið að diskutera það hvernig íþróttahús á að vera og það pólitíkin sem tekur ákvörðun það. Þannig að vonandi verður þá 2022, ekki seinna en það allavega, komin hér í íþróttahús og sundlaug. Þannig að við ræddum við í vor, þú varst með bjartsýn, nú komið smá reynsla, þannig að ertu bjartsýn á starfið? Já, ég það, mjög svo. Mér finnst starffólki okkar leggja sig vel fram. Þau eru að læra nýja leiðir, krakkarnir eru aðlagast, eins og við sögðum án, þá eru þau bara fljótar að því. Hér frábært skólastarf að fara af stað. Við vorum með Ingvar Sigurgeirs, prófessor við Háskólann í gær, að leggja af stað í teymiskennslu með öllum starfsmönnum skólans. Þannig að ég horfi mjög björtum augum á framtíðina. Og foreldrarnir og krakkarnir hérna í hverfinu, þau eru alsæl? Alsæl. Og skólalóðan í botnlausri notkun alla daga, langt fram eftir kvöldi. Þannig að ég held að samfélagi hér séu ofsalega ánægt með hvernig þetta heppnaðist til. Já, svona lokum, var lögð ekstra vinna í að gera flotta skólalóð, þannig að þetta sé svona leikskólasvæði, eða þannig að krakkarnir, nemendurnir geta verið að koma hérna þó við séu ekki í skólanum?
Já, Þetta skólatíma? Já, það sem í boði á skólalóðinni náttúrulega bara magnað og það rosalega margt við að vera og þarft ekki að einskorða þig við einhverja eina rólu eða eina rennibraut. Hér svæði frá sem henta börnum 18 mánaða og eldri og hér bara hellingsnotkun sem frábært fyrir okkar samfélag.